Donni Sigurðsson, það mikið að vera á næstu daga. Donni meistaradeildin og ég veit ekki hvað og hvað. En fyrst þurfum við að koma við í Garðabænum, taka lokaleiki við Stjörnuna. Hvernig leggst þetta í okkur? Bara mjög vel, við erum spennt að spila á Stjörnuna. Það hefur verið skemmtilega leikir alltaf, yfirleitt fyrir markaleikir, sérstaklega í Garðabænum og það verður bara gaman, bara spennandi. Það náttúrulega bárust váleg tíðindi í vikunni, þetta með mexikósku landsliðsmenn okkar að við missum þá, að verðum án þeirra. Þetta kannski bara svo mól í sér, það miklu betra að klifra upp brekkuna heldur en að fríhjóla niður. Já, það getur vel verið. Móli hefur yfirleitt rétt fyrir sér, við getum treyst bara því, en það verður umulega leiðilegt að vera án þeirra og þetta bara umulegasta mál bara sannleika sagt, bara frá allu, en það verður bara að takast á við þetta og ég veit að stelpunum að gera það vel. Eins og einhver tíma var sagt, við gefumst aldrei upp. Nei, við gefumst ekki upp og ég held við fulla trúið því við getum unnið leik þrátt fyrir að þær sé ekki með. Við höfum unnið leiki þrátt fyrir að þær sé hafi ekki verið með svona yfir höfuð, þannig að ég hef fulla trú á liðinu á morgun á móti Stjörnunni og líka móti Wolfsburg. Já, þannig að mætum fullt manna með 11 manna lið. Við verðum með 11 manna lið, ekkert svo svaklega mikið meira það. Við verðum með 3 leikmenn á bekknum og eins og móti Wolfsburg. Þetta verður eitthvað, en það er bara 11 til að spila og það mega bara 3 skiptingar, þannig að við erum bara good to go. Svo stutt kvild, svo bara kvöldmatur og svo bruna beint út á völl og flogið til Þýskalands sunnudagsmorgun. Já, það er bara geggjað, eins og sumarið búið að vera, þetta er búið róttverðilegt ævintýri, við erum búin að gera margt mjög skemmtilegt, spila ótrúlega skemmtilega leiki og mér finnst stelpunum að standa sig frábærlega heilt yfir í sumar og mikið hróskilið. Ef við náum að vinna Stjörnuna á morgun þá jöfnum við stigafjöldan frá liði fyrra. Það var bara annar lið sem gerði betri í ár, en við erum hins vegar búin að skora töluvert fleiri mörk og búin að fá eins og staðan í dag, fá okkur færri heldur en fengum við fyrra, þannig að við finnst liðið búin að bæta sig og búin að standa sig heilt yfir mjög vel. Já, þó við ekki tekið stóra titilni þá náttúrulega getur svo sem ekkert kvartað, þau eru bæði meistarana og Lengjubikarmeistari í ár, þannig að þetta hefur nú ekki verið ekki albölvað. Nei, alls ekki og ég er bara mjög stoltur af stelpunum. Það er erfitt að vera svona stöðugt góður og það er búin að mjög stöðar síðustu 2 ár og þannig að ég er bara mjög stoltur af þeim, búin að vera í toppbaráttu og heilt yfir bara staðið sér frábærlega, þannig að ég er langt frá því að vera ósáttur við 1-1 nema bara svekkjandi, við skildum ekki hafa klárað þetta. Við náttúrulega verum að hvetja alla Akureyringa eða Norðlendinga sem eru staddir á höfuðborgarsvæðinu að kíkja við í Garðabænu og stíga liðið til sigurs. Engin spurning, það bara skiptir gríðarlega miklu máli. Stjarnan því miður hefur nú ekki fengið margar stuðningsmenn á sína leiki yfir höfuð, þannig að ef að mæta þó nokkurir þá verður við örugglega fleiri þær, þannig að það verður bara spennandi að sjá. En allavega leikurinn fer fram hver sem áhorfendafjöldi verður, vonum að veri svona meira okkar megin. Já, klárlega, og ég gerir fastlega ráð fyrir því að verða þannig. Við erum bestu stuðningsmenn á Íslandi og bestu stuðningsmenn sem hægt er að óska sér, þannig að ég er mjög spenntur að sjá á morgun. Við erum best. Já, ekki spurning. Þannig gangið vel. Takk fyrir það, takk.